Held ég við þurfum að lækka niður þessu. Við komumst ekki lengra með þetta frábæra lag með hljómsveitinni FM. Nei, það er yfirheyrsla. Fannst þetta frábært? Better late than never, af því að það er, við ætlum að klára þessa systkina yfirheyrslu. Og þið vilduð heyri í systir minni að því að við erum búin að heyri í Sóla. Eitthvað krassandi. Nei, við erum búin að heyri í Sóla Hólm og Arndís systir þinni. Og nú vilduð þið, settuðu press á mig og vilduð heyra í systir minni. Þannig að hún Elinborg er á línunni, hún er nú yngri systir mín, sko. Já, sæl og blessuð Elinborg. Já, hæ. Hvað segir þið gott? Gott. Segðu okkur nú eitthvað svona á honum Gulla. Slepptu því bara. Hvernig barn var Gulli? Herðu, Gulli var rosalega gott barn. Hann var rosalega tægur og góður. Einmitt. Hann var mjög góður við litlu Já, einmitt. Hann var það í alvörunni. En þú veist, þegar hann var svona úlingur, hann byrjaði mjög snemma svona að drekka og reykja. Já, það já. Nei. Og þá var svolítið mikið að partíum og svona, en hann var samt alltaf svo góður við mig, sko. Leiði mér alltaf að vera í partíum með og svona. Elinborg, hvað verður með? Já, og leti kveiki í sígarettunum fyrir sig. Nei, það reyndar aldrei. Nei, einu sinni samt rakaði sígarettu í mig og kveikti í hendinu. Ég er ennþá með ör eftir það. Já, ég kveikti í hendina. En ég er búin að fyrirgefa hann alveg, sko. En hann var annars bara mjög skemmtilegur, sko. Hann leiði mér alltaf að vera með þér og svona, já. Sjáðu, þetta, nú situr Siggi sár út í hotni af því að Sóli tók hann svolítið alltaf frá hann. Ég er ekki eins ríkur af systkinum á þið. Ég á bara hraðlíinn óþverra bróðir. Nei, þú gleymdir að gera svona, þú veist, pakk, skilur við, samning. Ég gleymdi því. Elinborg, þetta er mjög fallega sagt. Það er ekki. Jú. Og hvað, gefði hann aldrei neitt af sig? Ég held að það aldrei verið neitt vondur við mig, sko. Einu sinni dróstu mig einhvern tímann eftir teppinu heima og það kviknaði næst í bakinn á mig. Þá var ég, þú veist, á nærbústanum og það var svolítið vond, sko. Já, það var svolítið vond. Já, ég man eftir því. En ætlaði hann ekki bara að gera þetta því að hann hélt að þið fyndið svo gaman? Jú, ég held að... Hún hló nú hann sem ekki fyrst, en svo var hláturinn ekki langur. Já. Og ég held að það er aldrei lami með neitt þannig, sko. Nei, maður gleymir svona minningum líka. En svo langaði mig alltaf svo mikið að vera hjá þér, í herbygginu hjá þér og svo eignast það kærustu og ég var ekki alveg sátt með það og ég átti það til að lappa svolítið oft inn á okkur, vera í, Já, Hvað segirðu, voruð þið að spila bridge eða eitthvað? Það var bara, já, einmitt, það var í Olsen Olsen og það var klukkan 4 á daginn og ég skildi ekki hvað er í anskotan verið að gera þetta klukkan 4 á daginn. Hey, when you are in love, þá bara... Þesslas maður ert svo... Látalega, og ekki með að láta herbygginu, sko, og litla sýstir bara að Já, einmitt. My God. Herðu, þetta er nú að vera alltaf gaman, Elinborg. Já, nú er þetta... Ég er farin að svitna hérna, sko. Ég er svolítið ánægður með þig. Þetta byrjaði nú ekki sérstaklega vel hjá þig. Það var yndislegu bróðir en svo dró hann mig eftir gólfinu. Já, það er alltaf að koma núna, sko. Þetta er alltaf að koma. Ég er að reyna að Allt áfram. Já. Ég veit ekki hvað ég Jó, nei, svo kannski er betra ósagt. Það er ég ætla ekki að fara að segja það. Jú, þú ert nú komin á hálfum ís þegar þú ert að tala um hérna að ég hafi svona nánast verið bara að gera það fyrir fram að þig. Já, nei, við vorum nú búið svona settlega í Dönnuð, já. Ég glemdi bara að læsa í þetta skipti. Já, bara í þetta skipti. Og mamma var alltaf, láttu þig í friði. Já, hún hefur verið að hleypa til svo gamla. Já, hún hjálpaði alltaf til. Með strákinn sinn, eini strákurinn. Já, ég var að segja það, ég var prinsinn á bænum. Fannst þér eitthvað öðruvísi komið fram við hann heldur en ykkur? Nei, ekki mig allavega, ég er alltaf yngst þannig að... Voruð þið bæðið svona dekurúfur? Við vorum að spá í hvort það væri einhver munur, skilur á því hvernig maður elur stráka upp og hvernig maður elur stelpur. Já, það er náttúrulega alveg munur á því, sko. Mamma ól Gulla alveg öðruvísi upp, sko. Já, eða það ekki? Jú, ég held það. Hún lætur svona meira eftir honum og ef hann gerði eitthvað af sér þá var alltaf bara... Æ, Gulli minn. Gulli greið, þetta er klaufaskapur hjá honum. Þetta er bara miskilningur. Ég kveiktir í kaupfélaginu. Þessi strákar eru nefnilega svo mikið krút. Já, það er ekki neginn. Mömmur eru þessi strákæli. Já. Við erum líka sjálfstæðar aðeins stelpunar. Já, ég var að mitt að segja þetta við það. Svo líka, sko, svo er alltaf til, sko, mömmur sem eiga bara drengi. Sóli bróðir til mér svo var bara að hafa þessu stelpan hjá okkur. Já, það er þannig hjá, maðurinn minn er svolítið þannig. Ég held að hann er svolítið stelpan. Já, búni, já. Hann er stelpan, sko. Já, ég held að. Það er alveg augljóst. Hann og Einar eru svolítið stelpunar. Já, Einar er svolítið... ég heldur þetta að Einar sé svolítið meiri stelp. Já, ég er ekki frá því. Nei, hann hefur örugglega verið svona klæddur í, þú veist, kjól og varmið þetta, já. Ég sé það svolítið fyrir mér. Ok, nú sé ég þetta fyrir mér.
Ég var nú aldrei klæddur í kjól. Nei, en þetta alveg satt hjá Elínborgu. Þegar eru margir drengir í systkinahóp, einn tekinn og gerður að stelpu. Já, það var Sóli bróðir í Gulli var alltaf með sítt hár þegar hann var lítill og held að hann væri stelpa. Takk fyrir þetta. Hann náttúrulega svo sætur. Mamma vildi ekki klippa hann og hann var reyndar ægilegt krútt. Hún vildi alltaf hafa þetta sítta aftan. Varst það ekki þú sem vildir þetta? Hvað heitir þessi stelpa? En hann Rosalega var sætt. Gulla. Herðu, en svo hérna, ég man eftir því að mamma vildi alltaf láta mig vera með ómikið hár. Svo kom elsta systir mín og mamma baði hann að fara með mig í klippingu og aðeins að snirta á mér hárið. Hún lét snóða mig. Mamma var brjáluð. Var það ekki? Auðvitað. Lítið strákurinn með... Bráði ekkert að vera með sítt hár, hvað það? Já, hún tók þetta bara alla leið. Já. Já, en ég, veistu, Elínborg, þetta byrjaði ekki vel hjá þér. Nei. Mér veist, þú bara náðir alveg á rosalega gott flug og ég bara rosalega ánægður með þetta. Þetta bara orðið krassant. Þetta var bara flott. Var hann svona stóri bróður líka? Þú veist, passaði þig þegar þú varst að byrja að deyta og svona það fyrir illa með systir mína og drepi ég. Hann var ekki góður. Hann var duglegur að kynna mig fyrir vinum sínum. Já, hann vildi velja svona þá sem honum fannst skemmtilegir. Það ekkert skrítið. Ég kynnti Sóla bróður alltaf fyrir vinum mínum líka. Það ekki. Hann var reyndar duglegur, fór í víki fyrir mig og svona. Hann var mjög góður stórbróðir. Já. Þetta er fallega sagt. Já, þetta er yndislegt. Þetta er fallegt. Þegar upp í staðið þá erum við öll ágætt. Ég held það. Já, ég held það. Já, við erum flott. Maður á svona, þú veist, það eru svartir blettir á fortíðin en það er ekkert sem ekki hægt að... Það er orðið svo mikið rík á því. Já, það er svo mikið rík á því. Það er allt orðið hvít. Já, þetta er allt orðið hvít. Ég er bara, mér líður ágætlega. Já, þetta var bara, þú varst ágættis ungmenni. Það er ekkert flókið, þú hafi verið að... Ég sé það, ég slapp bara best út úr þessu. Herðu, Elínborg, áður við sleppu þér, þú ert náttúrulega með Kleópetru, tískuverslun. Yes. Og ég sá það á Facebook í gær að þú varst að taka upp mikið af nýjum fötum. Já, ég var hérna til 4 í nótt að dúlla mér og er hérna að taka upp núna og það verður að koma allar nýja vörur á morgun. Það er ekkert öðruvísi. Það er að plugga þetta, allir að koma á morgun. En þá með eitthvað útsöluhorn? Herðu, við erum með útsölu núna, loka útsöludag 50% af öllum vörum. Yes, það er ekkert annað. Þannig að allir að koma bara... Allir að hlaupa. Kleópatra er fyrir það sem ekki vita í, heitir þetta ekki Miðgarður? Jú, nákvæmlega. Inn í Miðgarði. Ella mín. Já. I love you. I love you too. Takk fyrir spjallið. Já, takk. Bye.